1, 2, 1, 2, 1, 2. Við erum komin í loftið. Góðan daginn. Í dag haldinn 59. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Við erum í Fjarðarborg og Borgarfirði eystra. Í dag miðvikudagurinn 11. júní 2025 og hefst fundurinn núna rétt eftir 1. Við vorum í vandræðum með útsendinguna í upphafi. Fyrir fundinum í dag eru 28 mál og við ætlum að byrja á máli númer 1. Fjárhagsáætlun Múlaþings 2026 til 2029. Fyrir liggur tillaga rammaáætlun fjárhagsáætlunar Múlaþings fyrir árið 2026 og 3 ára áætlunar 2027 til 2028. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir rammaáætlunina eins og hún liggur fyrir á fundinum og vísar henni til vinnu við gerð fjárhagsáætlunar á komandi hausti. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Ívar Karl Hafleðsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, funda fólk. Hér liggur fyrir rammaáætlun Múlaþings fyrir árið 2026 til 2029. Það þannig að í þessari áætlun eru verið að ná framleiðinni upp. Hún stefnir í að verða samkvæmt áætlun 8,8% sem svona að nálgast það sem við teljum að vera jákvætt eða svona eðlilegt fyrir sveitarfélagið að vera með hann í, sem væri þá svona traustur og góður rekstur. Það að ljóst að þessi rammaáætlun fer núna inn í nefndir og annað í frekari vinnslu og það verður bara svona verkefni okkar allra að tryggja það að þetta svona við náum að koma þessu saman vel. Það eru þetta svona fyrirliggjandi atriði sem getur haft mikið áhrif á fjárhags eða bara rekstur sveitarfélagsins og Múlaþings. Við kannski bíðum eftir svona lausnum ákveðna mála en svona eins og staðan í dag reiknum við það ekki inn í þessi fjárhagsáætlun og ég held að svona rekstur sveitarfélagsins hefur hægt og rólega verið að ýtast í rétt átt. Við höfum kannski verið líka mjög dugleg, við höfum verið að eyða kannski meira í framkvæmdir og verið mikill kraftur í uppbyggingu í sameiginlegu sveitarfélagi og það svona hefur verið að skinið í gegn úr rekstrarniðurstöðum síðustu ára. En mér svona með þessum ramma sem við tilkynnt hérna erum við bara að sjá fram á það að reksturinn svona fer batnandi og í rauninni er á nokkuð traustum grundvelli og sem ég held að sé bara mjög mikilvægt fyrir okkar sveitarfélag að við tryggjum það svona áður við höldum áfram að stækka á dafna að stoðurnar sem eru undir reksturum okkar séu stuðar og góðar. En annars eins og ég segi, þetta er svona fyrsta skref í þessu vegferð okkar að vinna þessa fjárhagsáætlun og ég bara eins og ég svona þessi áætlun er svona bara ásættanleg finnst mér og við svona vera í þessu ágæta stað. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleðsson hefur lokið máli sinu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þó tekið máli til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttir pönt. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 2, lánasamningar 2025. Fyrir liggur tillaga að lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga á árinu 2025. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól 400 milljóna á árinu 2025 með þeim lánaskilmálum sem býðst á þeim tíma sem lántakan fer fram. Lántaka getur verið í formi skammtímaláns sem forvera langtímaláns sem og langtímalán í þeim skuldabréfaflokkum sem Lánasjóðurinn býður sveitarfélagum upp á hverju sinni og hefur sveitarstjórn kynnt sér skilmála skuldabréfaflokkana eins og þeir koma fyrir á heimasíðu Lánasjóðsins. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til endurfjármögnunar afborgana á eldri lánum sveitarfélagsins hjá Lánasjóðnum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt Dagmar Íris Stefánsdóttur sveitarstjóra kennitala 120982 3629 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Múlaþings að undirrita lánasamninga við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns.
Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liðið einhver vilja taka til máls. Helgi Hlynur Ásgeirsson gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, mannlegir fundarmenn, þetta var langur lestur og mjög óvanaleg bókun lántökur því að þetta snýst það að þetta nýtt lánafyrirkomulag hjá lánasjóðnum og það bara ekki búið alveg að útfæra það. Þess vegna er kannski skammtímalán sem forveri langtímaláns og svo framvegis. Þess vegna skildi enginn það sem að Jónín var að segja og ég bara útskýrði það fyrir fólki að það var alveg eðlilegt, það skildist ekki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu, fyrir fleiri sem vilja tjá sig málið. Þá skulum við taka málið til afgreiðslu. Þeir sem samþykja þetta réttu pund. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál númer 3. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir, ráð og nefndir. Fyrir liggur að afgreiða þarf endurkjör forseta og varaforseta sveitarstjórnar auk byggðarráðs Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Jónína Brynjólfsdóttir verði kjörin forseti sveitarstjórnar, Berglind Harpa Svavarsdóttir 1. varaforseti og Hildur Þórisdóttir 2. varaforseti. Jafnframt verði í byggðarráði kjörnir eftirtaldir fulltrúar: Berglind Harpa Svavarsdóttir D-lista formaður, Vilhjálmur Jónsson B-lista varaformaður, Ívar Karl Hafliðason D-lista, Hildur Þórisdóttir L-lista, Helgi Hlynur Ásgrímsson V-lista og Þröstur Jónsson M-lista sem áheyrnarfulltrúi. Og ég ætla að opna mælendaskrá þessum liðið einhver vilja taka til máls. Svo ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu pund. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál númer 4, jarðhitaleit í Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá heimastjórn Borgarfjarðar Eystri þann 8. apríl 2025 varða möguleika á jarðhitaleit á Borgarfirði. Veitur hafa sett málið í ferli hjá sér og sótt styrk í sérstakan jarðleitarsjóð á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins. Þetta hér með lagt fram til kynningar tillaga á bókun. Og ég ætla að opna mælendaskrá þessum liðið einhver vilja taka til máls. Eyþór Stefánsson gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir fundarmenn, þessi bókun kom nú kannski til með að vísa þessu til sveitarstjórnar frá heimastjórn. Það var kannski ekki alveg það var svona kannski ekki alveg vita hvert við vorum að fara en það ágætt að mann gerir sér grein fyrir því hef sótti styrk í fyrir jarðhitaleit á Borgarfirði í þennan sjóð sem að umhverfis- og loftslagsráðherra var að setja á stokk. Ég held að sé yfirgnæfandi líkur fyrir því að þeirri umsókn verði hafnað vegna þess að þar var eitt af skilyrðunum fyrir að fá styrk var að verkefnin sem að kæmu út úr þessu væru byggð á rannsóknum. Og hér í Borgarfirði hefur verið mjög takmarkað af rannsóknum. Þess vegna var það kannski svona vilji heimastjórnar að fara aðeins að halda því á lofti að það þyrfti þá kannski að fara að einhverju leyti í rannsóknir, gera einhverjar rannsóknarholur vegna þess að það vill svo til að við erum ekkert í allt og góðum málum bara með kalda vatnið okkar líka, þannig að það á einhverju tímapunkti þarf og mun vonandi einhvern tímann koma á bor og það væri þá hægt að nýta ferðina og gera einhverja pröfuholur fyrir jarðhita og vera þá í rauninni þáttakandi í þessu eða sem sagt eiga þá möguleika á að taka þátt í þessu verkefni hjá frá umhverfis- og orkuráðuneytinu. Og það sem að við töldum væri að það kannski orðið svolítið stór aðgerð sem að veitur þyrfti þá að fá umboð sveitarstjórnar fyrir að fara í og svona samanborið við það sem að var, ef að minni mitt svikum ekki hvernig þetta var gert á Djúpavogi, þá þurfti sveitarstjórn að taka það fyrir og
svona leggja blessun sína yfir það og það var kannski svona það sem að heimastjórn var að vonast til, en það kannski ekki tímabært fyrir við sjáum hvað kemur úr niðurstöðu þessar umsóknar, að þá hugsum við kannski einhver næstu skref í framtíðinni. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Ívar Karl Hafleifsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er rétt að hef veitur sótt styrki innan sjóð og var henni búið að því áður en þessi beiðni komst til okkur formulega. Og ég svona skil einhver leyti hvert sveitarfulltrúi Eyþór Stefánsson fer með það víst til sveitarstjórnar, en rauninni myndi ég samt horfa á þannig að hef veitur hafa fullt umboð til þess að sinna rannsóknum öðru sem tengist þeirra starfsemi. Við höfum leitað umsagnar eigandans, Múlaþings, ef að við erum að fara í verkefni sem falla kannski ekki á okkar kjarnastarfsemi, en það að rannsaka og bora til vatni er klálega hluta því, þannig að ég held að það sé eitthvað sem í rauninni sé alveg óþarfa að leita umboðs sveitarstjórnar, en þá værum við bara komin í svona dálítið mikinn sendingarleik mjög einföld málefni, sko. En ég held að þetta er alveg áhyggjum með sveitarstjórnar Eyþór Stefánsson varðandi hvort við fáum styrk eða ekki. Varðandi neysluvatni þá er náttúrulega verið að koma þeim málefnum í mun betra form með því að bæta við vatnstöngina og koma upp geislun. Áður var búið að fara og skoða afmarkanir á veitusvæðinu og annað. Ég hef bara mestar áhyggjur af því að við fyrir að geisla vatn Borgfirðinga, þeir fara að missa heilsu. Þeir eru búin að drekka þetta vatn í 20 ára og eins og þeir eru, og það er spurning hvort það sé einhver tengst þar á milli, sko. En við erum í jarðhitaleit á Djúpavogi, það stendur fyrir aukin jarðhitaöflun á héraði. Þannig að það eru mörg af þessu verkefni sem eru og ég held að þetta sé kannski eitt af því sem er. Það er mjög lítið vitað jarðhita á Borgarfirði. Það er náttúrulega bara ein hóla sem er eitthvað skráð, sem er lítil og svona gefur kannski enga vísbendingar, en svona kannski enga eins og fullnægjandi til þess að mynda svona sterkar skoðun á þessu. Og má alveg segja að jarðhitaleit kannski snúist líka það þó að sveitarfélagið, ef menn fara þá bara í varmadælulausnir eitthvað þannig, það er ýmislegt sem getur fengist með þessu. En þetta er bara verkið vinst og verið gaman að sjá hvenær niðurstaða þessar úthlutunar verður. Það var nú lengt í umsóknarfrestinum til 1. júní og þannig að maður vonast til þess að sjá kannski niðurstöðu fljótlega. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, þakka þér Ívar Karl fyrir áhyggjum þínar af ónæmiskerfinu mínu að orða það hérna. Þetta er held ég alveg rétt. Eyþór kom inn og sittur við liðanum mér að það geti verið skýringan á hverju hann er alltaf lasinn, hann er ekki vanur þessu. En þetta eru spennandi tímar í jarðhitaleit á Íslandi aftur. Það er aftur farið að leita að heitu vatni. Við erum komið með bor í heimabyggð og þetta er allt miklu viðráðanlegra og á tímabilið þá náttúrulega var þetta óframkvæmanlegt. Það voru þarna áratugir þar sem að það gerðist ekkert í jarðhitaleit á Íslandi og við mistum bara boran okkar úr landi og núna er þetta náttúrulega svo breyting hefur líka orðið frá hitaveituvæðingunni á Íslandi að voltvatn er guds í gildi. Það þarf bara að finna vatn á dýpi á Íslandi og þá ertu komið með verðmæta afurð, því það er alltaf hiti á vatni á 300–500 metra dýpi á Íslandi. En það er ekki allstaðar lek jarðlög, það er ekki allstaðar aðstreymi vatns og það er sumstaðar vandamáli. Ég held að það sé ekkert síður vandamáli til þess á Seyðisfirði þar sem við erum að leita að hefja aftur leita að volgu vatni, að þar vantar bara lektina í jarðlögin. Djúpavogi er það ekki aldeilis vandamálið, þar er vandamálið að kerfið er svo flókið að það spýtist
misheitt vatn á miklu dýpi og engin skilur neitt í neinu. Það allt svo krossbrungið þarna á þessu hitaveitu, þessu borsvæði okkar þar að þar eru verið að dýpka hverja holun og fætur annarri til þess að reyna að finna og kortleggja betur. En ég alveg á því að við eigum að halda áfram og það þessi möguleiki núna. Ef við fáum nei úr Orkusjóði með þetta, þá þurfum við kannski samt að búa til einhver gögn þannig að við getum fengið já síðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Ásgrímsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá málið lagt hér fram til kynningar. Við erum þá komin í máli nr. 5, gjaldtaka í Hafnarhólma. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs þann 3. júní 2025 afgreiðslu á gjaldskrá og reglum varðandi gjaldtöku á bílastæðum við Hafnarhólma og Borgarfirði Eystri. Tilgangur gjaldtökunnar áframhaldandi uppbygging, viðhald og vernd áfangastaðarins. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá og reglur gjaldtöku á bílastæðum við Hafnarhólma og Borgarfirði Eystri. Skrifstofustjóra falið að sjá til þess að gjaldskráin verði birt á heimasíðu Múlaþings og ég ætla að opna mælendaskráin til þessum lið einhverju vilja taka til máls. Svo ekki, þá tekið máli til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 6, gjaldskrá fyrir hafni Múlaþings. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs þann 2. júní 2025 breytingu á gjaldskrá hafna Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings. Skrifstofustjóra falið að sjá til þess að gjaldskráin verði birt á heimasíðu sveitarfélagsins. Ég ætla að opna mælendaskráin til þessum lið einhverju vilja taka til máls. Svo ekki og þá tökum við málið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál nr. 7, samræming gjaldskráa íþróttamiðstöða. Fyrir liggur bókun frá fjölskylduráði þann 27. maí 2025 samræmda gjaldskrá sund- og íþróttamiðstöða Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá fyrir sund- og íþróttamiðstöða Múlaþings. Gjaldskráin tekur gildi frá og með 1. september næstkomandi. Skrifstofustjóra falið að sjá til þess að gjaldskráin verði birt á heimasíðu. Ég ætla að opna mælendaskráin til þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Guðný Lára Guðrúnardóttir, gjörðu svo vel. Já, mér langaði bara að koma upp og fagna þessu. Þetta búið að vera svona standa til í töluverðan tíma að framkvæma þetta, en það líka búið að vefjast pínu fyrir okkur að hvernig við framkvæmum þetta, en við komumst að þverpólitískri niðurstöðu á þessu máli og erum gríðarlega spennt fyrir hvernig mun takast til með þetta, en ég vildi bara koma upp og segja. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðný Lára Guðrúnardóttir hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá sveitarstjóri Dagmar Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti, kæra fundafólk, Lára ætla að fá að taka undir hérna með sveitarstjórnarfulltrúa Guðnýju Láru að þetta mikilvægt mál fyrir sveitarfélagið okkar og hér erum við að taka eitt skrefið í því að sannarlega sameina byggðakjarnan okkar með því að sameina þessa gjaldskrá og leið svolítið að hvetja íbúana til að nýta sér aðstöðu ekki bara í kjarnanum heima hjá sér, heldur einmitt að fara á milli. Það tilvalin rúntur fyrir einhvern sem býr á Egilsstöðum að skreppa niður á Djúpavog með krakkana í sund og prófa eitthvað annað. Þannig að hér erum við einhvern veginn að gera það mögulegt að ef þú átt sundkort á einum stað þá getur þú nýtt það í öllum okkar byggðakjörnum. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt og mér langaði bara að vekja máls á því og að því við vorum nú hér að funda með ungmennaráði í morgun að þá þetta eitt af málunum sem var efst á baugi hjá þeim, þannig að það var mjög ánægilegt að geta sagt þeim að við værum að taka þetta hér fyrir í dag. Þannig að ég ætla bara að óska ykkur í sveitarstjórninni til hamingju með þetta mál. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá tökum við málið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál nr. 8, svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs fyrir Austurland. Fyrir liggur bókun frá umhverfis- og framkvæmdaráði þann 27. maí 2025 endanlega útgáfu svæðisáætlunar meðhöndlun úrgangs fyrir Austurland 2025 til 2035. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum.
Sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs fyrir Austurland árin 2025-2035. Og ég ætla að mæla endurskoðandi þessum lið einhver vill taka til máls. Trausti Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, aðrir góðir fundarmenn og konur. Ég hef svolítið í rusli yfir þessum lið og kannski út af sjálfuð mér fyrst og ég eiginlega reiður sjálfuð mér að hafa ekki fylgst aðeins betur með þróun á þessu máli sem ég hef ekki gert. En bara til að renna þessi gegnum þetta þá kemur þetta mál til árið 2022. Ekki síst vegna þrýstings frá ráðuneyti að það þurfa að fylgja lögum það að öll sveitarfélög þurfa að gera sér slíka svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Síðan gerist nú lítið fyrir en allt í einu að menn vakna við vondan draum samkvæmt gögnum í maí á þessu ári. Það líða þarna 3 ár og nánast ekkert gerist þegar einhverjir fundir verið og slíkt þá eru menn settir í nefnd og skiptu menn og ég veit ekki hvað. En svo poppar þetta allt í einu upp núna í maí og þessi áætlun lítur dagsins ljós og búin að fara í gegnum athugasemdaferli og svo framvegis og ég skal bara játa það. Þetta einhverja saka vegna fór bara fram hjá mér. Ég veit ekki alveg á hverju og ég held að það sé svo fleiri. En þetta er mikið skjal, 37 síður og það kemur svolítið, maður búið að lesa svo margar svona stefnur og þetta er nú eina af þeim stefnum kannski, þó þetta heiti, hvað sagði ég, svæðisáætlun, þetta er svona stefna, eina af þessum stefnum. Og þegar ég var búinn að lesa mig svolítið ofan í þetta þá fór svona geðslagið heldur að versna og mér litist þessi lestur og þetta var líka þannig skjal að mannum er hent svolítið út í djúpulögin og það er engin svona inngangur að því. Inngangum hvað er verið að fjalla og svo framvegis en gott og vel. Síðan svona ákvaði ég að tökum 2 á að lesa þetta og þá leið mér svolítið betur vegna þess að ég fór svona kannski að skilja megin inntakið í þessu. Það sem er hins vegar gagnrýnivert við þetta skjal og ég ætla að byrja þá líka á gagnrýna mig sem sveitarstjórnarfulltrúa og okkur í M-listanum vegna þess að við höfðum þetta sem kosningamál. Eitt af okkar kosningamálum fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar var það að athuga alvarlega þann möguleika að setja upp sorpbrennslustöð á Austurlandi. Vegna þess að það er orðið tæknilega mögulegt, það hefur verið gert í litlum sveitarfélögum hér áður, bæði í Mýrdalnum og Ísafirði og Genginni í Sídla og það hefur fyrst og fremst verið út af því að þær stöður hafa bara ekki verið tæknilega nógu góðar. Og þar kemur kannski að grunnvandamálunni í þessu öllu saman er það, og það er kannski ekki okkar vandamál, það er vandamál á landsvísu. Það er ekkert búið að taka ákvörðun það hvort að menn ætla að fara að brenna sorpi hér í stórum stíl og áður en það er búið að gera það, þá er afskaplega erfitt að mynda sér einhverja stefnu vegna þess að slík sorpbrennsla hún kollvarpar öllu hvernig höndla með rusl. Og við viljum oft bera okkur saman nákvæmlega okkar á Norðurlöndunum hvað þau gera og það er nú misgáfulegt eins og hefur nú reynslan sýnt í útlendingamálum þar sem menn hafa ekki lært af reynslu annarra en þegar kemur þessum málum þá ætla mann ekki að læra reynslu Norðurlandana sem er góð. Þeir eru búin að fara flestri í gegnum ákveðið ferli og ég bara svona rétt skauta yfir það hvað menn eru að gera á Norðurlöndunum. Ég held að það sé mikilvægt að gera sig grein fyrir því. Danir, við byrjum á dögunum. Alltaf koma hjá mér einhvað hægur í dag. Danmörk, þeir brenna 80% af sínu rusli. Þeir eru svona á þessu svæði á Norðurlöndunum og Evrópu hvað öflugast er í því. Norðmenn 65%, Svíar 50%,
Þeir hafa líka komist upp með það að komist mjög langt með að minnka sem sagt hlutfall urðasorps alveg niður undir 1%. Finnland 60%, Finnar eru reyndar mjög framalega á sviði þessara sorpbrennsla. Bretland 50% og síðan kemur það í reyndar ljós þegar maður skoðar gögn eða öllu heldur, nú notar maður þessa gervigreind og lætur hana leita þessu, að Ísland alveg sér á parti sem urða í dag yfir 60% af öllu sorpi. Japanir alveg sér á blaði. Þeir brenna 78% af öllum úrgangi. Þeir eru náttúrulega landlausir en það þeir eru komnir alveg svakalega langt. Þannig að menn hafa tekið þessi stefnu að bara brenna kveikjuöldraslinu eins og einhver góður bóndi sagði. Og og það ekki gert hér á landi og engar sérstök plön það. Ríkið hefur reyndar látið gera einhverja, eða það var gerð einhver könnun 2021 á fýsileika þessa, það varð einhvað lítið úr framhaldinu þar. Við höfum átt samtal við Fjarðabyggð hér í sveitastjórn sameiginlega átök í þessum sorpmálum og það ekkert komið svo sem sérstakt þar, þetta hefur aðeins verið fært í tal en ekkert komist lengra. Þannig að með að gera þessa svæðisáætlun án þess að hafa það fyrir framan sig hvort menn ætla að fara í sorpbrennslu eða ekki, það eiginlega gerir þetta mikla skjal eiginlega bara algjörlega gagnslaust. Og mér finnst líka gagnrýnivert í þessu skjali að þar farið yfir í aðgerðaáætlun sem það með hana, hún hérna og talandi peningaleysi það á að stofna eitthvað sem heitir úrgangsráð og ekki nóg með það heldur á að vera til hringavílsufulltrúi, það nefni hringarásafulltrúi, hringarásafulltrúi, þannig að þetta á svona skjal sem eiginlega bara utan að sjálft sig og maður sér bara fyrir sér og ég óttast að þetta verði svona kerfis kalla á konu umfjöllun sem ekkert kemur út vegna þess að markmiðin, það vonlaust að ná markmiðunum og markmiðin, bara að gera okkur grein fyrir því, frá ráðuneytinu eru þessi að 2025 þá eigum við að vera farin að endurvinna heimilsúrgang af 55%, 66% 2030, 65% 2035 og 10% árið að urðun heimilsúrgangs hefur orðin 10% árið 2035. Til samanburðar í Múlaþingi í dag eru þessar tölur að urðaður heimilsúrgangur í dag 70,81%. Þannig við erum alveg fjarri því að ná markmiði næsta árs og endurunnið heimilsorp tæpt 30%. Og það sem lagt til í þessu skjali það eina sem ég fann eiginlega bitastætt þar var það að það eru það sem kallað úrgangsforvarnir. Þá að breyta fólki, þá breyta því hvernig að neyslumönstrið og þá breyta því hvernig þau hugsa úrgang. Það bara, reynslan bara sýnt okkur það margótt. Það alveg rosalega erfitt að láta kenna gömlum hundi að sitja. Þannig að ég held að það getur örugglega hnika hlutunum einhvað en ekkert stórt. Og ég, mér finnst þessi áætlun ekki taka því að samþykkjana vegna hún illframkvæmanleg. Hún snýst öfugan enda á málunum, það að segja það verið að reyna að byggja 50 hæðina áður en búið að byggja kjallarann, það að segja ætlum við að brenna sorpi eða ætlum við ekki að brenna sorpi. Og það finnst mér vera mjög veigamikill þáttur og það annarkvort það gert þá innan á svæðinu eða á landsvísu. Og það rauninni ekki við sveitastjórn hér að sakast, heldur rauninni ráðuneytið eða löggjafan eða hvað á að segja að á landsvísu bara, það algjört ákvarðanleysi hvað þetta var. Þannig þetta skjal bara ekki tímabært hreinlega. Ég ætla svo bara alveg í lokinana, ég veit að þetta að fara að vera langt hjá mér en bara svona gamans hvað menn að gera í þessum sorpbrennslumálum
Það ég man þetta nú, það ekki kíkja á það. En í ákveðnu bæ á Finnlandi, ég ætla að tekka á hvað hann heitir, vegna hann heitir einhver Okkali Anatakóa, hvað svo leiðis. Þar reist sorporkuver, eitt af mörgum. Þeir kalla það jarðvarmaver vegna þess að þeir boruðu 2000 metra hólu ofan í jörðina og hita upp vatn sem sagt í geimi neðanjarðar vegna þess að þörfin á orku til húshitunar er mjög misjöfn í Finnlandi og sem hann er hér líka. Þannig þeir geima varma neðanjarðar en þeir fara öfulegin með okkar Íslendingar sem pumpa honum upp, þeir pumpa kuldanum niður eða pumpa öllu heldur heitu vatni niður og geima það þar þangað til að þau þurfa að halda og taka það upp aftur. Bara áhugavert þegar maður fór að skoða þessi mál hvað vinir okkar á Norðurlöndunum að gera. En Finnar hafa staðið framalega oft. Ég bjó þar einu sinni og þótti alltaf andstyggilegt að ég drakk hreint þar sem ég kom út mér hinum megin. Þær voru komnið það langt í skólpbreinsun bara 1980 eitthvað. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að biðja aldursforsetum að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, fundarstjóri og aðri góði fundamenn. Mér langar að þakka sveitarstjórnarfulltrúi Þrösti Jónssoni fyrir að opna þessa umræðu hér. Við erum sífellt að setja okkur áætlanir og stefnur og ég fengi minn skerf af því og ég get alveg verið sammála af það að svona má velta fyrir sig hver tilgangurinn alltaf er. Ég held að þessu sinni getum við þá sagt að þessi aðgerðaáætlun sem að hann vísar hér til í, hún býður nefnilega upp á möguleika. Hún býður upp á þann möguleika sem að mér fannst vera algjört aðalatriði í því að við myndum fara af stað og klára þessa svæðisáætlun. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að sé með svæðisáætlun, það er líka samkvæmt lögum, en hverju á það raunverulega skil okkur. Þeir sem hafa áhuga á sorpi, þeir vilja komast í að ræða bæði sorpbrennslu. Ég hef líka áhuga að ræða úrvinnslu á seyru sem og úrvinnslu á lífrænum úrgangi. Og það sem að þessi aðgerðaáætlun sem að er hér í þessu skjali býður upp á, það er það að geta fara að tala um það, sem sagt. Í aðgerðaáætlun er gert ráð fyrir því að heimajarðgerð verði gerð greining á möguleikum sveitarfélaga til að stuðla aukinni heimajarðgerð til dæmis og síðan getum við þá farið, hér er fjölgun grenndarstöðvar sem er mjög gott og síðan er þá þessi innviðaverkefni, uppbygging innviða, seyrustöð, greining á möguleikum um uppbyggingu stöðvar á Austurlandi fyrir móttöku og endurnýtingu á seyru. Þetta held ég að geti verið okkar landshluta mikið til framdráttar. Sorporkuver, ítarleg greining á möguleikum og uppbyggingu sorporkuvers á Austurlandi. Ég held að þetta sé líka gríðarlega mikilvægt og síðan er það úttekt á urðunarstöðum fyrir óvirkan úrgang. Það sem þetta gefur okkur þá tækifæri á er kannski að fara í það sem við kannski sveitarfélögin höfum verið að koma okkur út úr, það er eitthvað svona byggðasamlög, af því ef við ætlum að fara af stað með úrvinnslu á úrgangi hér heima fyrir, þá er það sennilega við sveitarfélögin sem þurfum að taka okkur saman, mögulega að stofna byggðasamlag, til þess að fara að vinna eitthvað á úrgangin okkar hér heima fyrir. Við vitum það að það er dálítið framtíðin og við vitum kannski ekki alveg hvernig hún verður, en við erum farin að sjá aðeins betur til lands í því og mér langar að benda á að núna til dæmis Húnabyggð farin að hefja jarðgerð og ég var búin að afla mér upplýsingar um það að þeir keyptu vél til þess að fara í þessa jarðgerð hjá sér og hún kostaði einhverjar 30 milljónir. 30 milljónir er eitthvað sem við sveitarfélögum getum stilt okkur saman um og byrjað og ef við getum byrjað á auðveldasta, svona þessum ávöxtum sem að hanga lægst á trénu, the low hanging fruit eins og heitir á ensku. Ef við byrjum þar, þá getur okkur vaxið fiskunum sig og ég er bara svolítið bjartsýn á það með að við samtöl mín við sveitarstjórnarfulltrúa í Fjarðabyggð til dæmis, það er gríðarlegur áhuga á því að fara í einhvers konar samtal að vinna úrgangin okkar betur hér og þess vegna held ég að þessi aðgerðaáætlun sé ákveðið verkfæri til að hefja það samtal formlega. Þess vegna ætla ég að fagna þessari svæðisáætlun og ég ætla að samþykkja hana og tel að kosningaloforð Miðflokksins sé jafnvel bara uppfyllt hérna en ætla ekki að sveiða. Takk. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Helgi Linur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Aldur forseti og aðrir fundamenn.
Þetta skemmtileg umræða og þörf og góð. Ég svo sem deili ekki skoðun Þrastar það að það snúist mest brennslu sorps en úrgangs. En útiloka þó ekkert að það geti verið hluti af lausninni. En þetta sem að Jónína var að koma inn á úrgangsmálin sem að getur líka orðað bæði seyra og lífrænn úrgangur eru verðmæti sem okkur hefur ekki tekist að gera verðmæti úr. Og það að við ætlum að fara að hefja samtalið innan svæðis það að breyta seyru og lífrænum úrgangi úr því að vera mengunarvaldar inn í einhverjum greifjum og losandi metan áratugi fram í tíman og yfir í það að verða að verðmætum áburðarefnum inn í kerfið okkar gríðarlega mikilvægt og eitt af þessum úrlausnar efnum sem við verðum í nútímanum að leysa. Þetta í þessu eru áburðarefni sem að ganga til þurrðar í heiminum og við höfum ekkert efni á því svona á heimsvísu að meðhöndla þetta eins og við höfum verið að gera hér, að gera þetta bara vandamál. Og eins og staðan hefur verið fram að þessu, þá miklu betra að til dæmis að hreinsa skolpið okkar ekki neitt og setja það bara út í sjó, heldur en eins og við höfum verið að gera það. Að grafa það í einhverjum greifjum þar sem að losar áratugi. Þannig að ég vona að þetta spjall, þetta blað verði upphafið að góðu samtali. Allir saman ekki hefur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Ívar Karl Hafliðason. Forsvarsmenn funda fólk. Ég held að þessi áætlun sé náttúrulega bara svona fyrsta skref í ákveðinni vegferð. En það svona í simi, þetta bara samtal, þetta svona starta kannski svona aðeins hugsun huga fólks Það nokkur atriði sem ég tók eftir í þessu. Það var til dæmis það að varðandi seyrustöð og móttöku seyru, úrvinnslu seyru. Ég held sér bara mikilvægt menn komið þessum pælingum inn í hefur veitu líka. Við erum núna að fara í stað að byggja upp skolpreisun. Það sem verður móttaka á seyru meðal annars og þá mögulega og frekar úrvinnslu seinna. Að það væri þá staðurinn sem menn ætti að horfa kannski, það verður einfaldast að horfa til þess ef menn ætla að fara að taka móti sameiginlegri seyru móttöku. Og það ég sá bara í aðgerðaáætluninni að það var ekki kannski minnst á þá, ég ætla bara að bæta því við. Varðandi hringrásarfulltrúann sem við talaðum, mér finnst bara augljóst að menn að samninni þetta með Eyglóarverkefninu, verkefni sem snýst hringrásarhagkerfi og annað, og það sé bara fínt að innvolvera það. Það vissar ákveðin vonbrigði að núverandi umhverfis- og orku- og loftslagsráðherra hefur dregið úr stuðningi við þessi verkefni, ekki bara Eygló, þetta öll þessi svæðisbundnu verkefni. Sem þýðir að þetta lendir þá sveitarfélögunum og þá samstarfsaðilum og það alveg spurning hvort menn geti notað þetta tækifæri að taka þetta verkefni kannski aðeins til sín, hvort sem þetta er SA eða einhvers staðar annars staðar. En ég bara eins og ég held að við séum, það sé ekki mikið ágreiningur það tækifæri sem í ruslinu og hvað við getum gert, hvort sem það þá vinnsla næringarefna eða sorpbrennsla eða annað. En ég bara held að það sé bara mjög mikilvægt að við svona sem búum hérna á Austurlandi, þetta verkefni okkar allra, mér finnst bara mikilvægt eins og staðan í dag, það finnst mér leiðilegt að við erum að flytja vandamáli sem rusl bara dálítið frá okkur. Við erum að flytja pappa og plast bara úr landi, við erum að flytja lífrænan úrgang norður í land í móttökustöð þar og mér finnst bara við ættum að sýna þann metnaðar en að útbóta þannig að við myndum að bera ábyrgð okkar eigin rusli sjálf. Ekki svona kaupa okkur frá þessu vandamálum við flytja eitthvað annað. Og ég held að var þetta sorporkuver eða svona, já, sorporkuver, sorpbrennslu, hvað orð mjög nota, að þessi
orku endurvinnsla á þessum efnum verði bara fundin hér staður. Það búið að vera mikla breytingar í þessum brennsluverum, sérstaklega í svona smækkaðir, og það það sem kannski hefur alltaf verið vandamáli, hvað sem það í orku endurvinnslu úr úrgangi eða þá einhverstaðar seyri móttöku eða jarðgerð eða hvað sem það bara stærðið þarna á magnið sem í boði hjá okkur. Það auðvelt að gera þetta í stórum skala, þar hafa mér sýnt fram á og ná góðum árangri, það kannski þetta að ná þessu niður í smærri skala sem samt þess þannig að hann standi undir sér, eða svona að það sé rekstrarhæf eining. Og það auðvitað kannski, við erum að draga hérna með þessu skjali hringinn dálítið í kringum Austurlandið, sem náttúrulega kannski landfræðilega ágætlega stórt, en kannski dálítið fámennt. En ég bara, ég svona, þetta bara einhver byrjunarpunktur til að byrja, og bara gott að við höfum dregið svona fleiri að málum heldur bara okkur í Múlaþingi, og ég held að þetta sé bara ágætis fyrsta skref í einhverju vegferð. En ég var bara fyrsta sem ég skrifaði þetta niður, ég ætlaði að taka undir með Þresti og gagnrýna M-listann, mér finnst það var fyrsta sem ég skrifaði, ég bara var ekki alveg búinn að koma því að. En ég held að sé bara verkefni fyrir okkur, það bara gríðarleg tækifæri, þetta bara flókið og það ruslamál vonandi fara að breytast úr því að vera einhvers konar svona vandamála málaflokkur yfir að vera svona tækifærismálaflokkur. Og það var auðvitað svona, ég held við séum bara vonandi að komast þangað, en þetta auðvitað erfitt af því að við erum líka dálítið að díla það, við erum með það verkefni að sjá sorpmálin, en það ríkið sem setur okkur þær skorður sem og þær eru bara mjög erfiðar. Lög og reglugerðir eru bara gríðarlega íþyngjandi og menn þurfa dálítið að bara einhvern veginn að komast til niðurstöðu að við þurfum kannski aðeins meiri sveigjanleika til að geta staðið í þessu. Og það væri einfaldlega bara, hvað sem þjóðhagslega hagsmunir að gera það. En maður óttast það bara það sem maður hefur hins vegar heyrt eiginlega meira það sé verið að þrengja meira íþyngjandi reglugerðir og bara með auknum kostnaði á sveitarfélögin, og það kannski svona við tölum eitt en við stefnum virðist vera alltaf í hitt að gera okkur lífið aðeins erfiðara. En ég vona þarna bara eins og þetta sé bara fyrsta skrefið því að við komumst í það að svona leysa þetta á einhvern svona heildstæðan hátt, þannig að það verði okkur til sóma. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu og orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég held sér smá hressari núna, ég fekk kaffi. Þannig að sko, hér hafa menn farið að ræða seyru og jarðgerð og svo framvegis og það bara algjörlega gott og gilt. Málið bara það að þá erum við farin að skoða sko aurana en ekki kannski krónurnar ef svo mætti segja, þó ég sé ekki vísa beint til kostnaðar þar, en sko stóra málið hjá okkur heimilissorpið. Við vitum það öll hvernig þetta búið að þróast, 1 tunna, 2 tunnur, 3 tunnur, 4 tunnur og guðma auðvitað hvað verða margar sko. Og árangurinn af þessu kannski á eftir að koma svolítið í ljós, en við skulum bara taka þessa sorpflokkun eins og hann núna. Það flokkaður hér í Múlaþingi, plast og pappír, lífrænn úrgangur og svo það sem maður kallar oft bara annað sem óflokkanlegt. Umbúðaþjóðfélagið þannig í dag að þetta oft ógerningur vegna þess að umbúðir samanstanda oft af plasti, pappír og jafnvel áli. Svo fólk að reyna að rífa þetta í sundur og þetta utan á matvælum sem eru fitu og það þarf að skóla þetta og þá segir hitaveitustjóri ég vil ekki fá fituna í hreinsivirkin. Hvað á fólk að gera? Þannig að það svona ýmislegt í þessu og af því að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl var að nefna með þetta væri bara flutt úr landi og það alveg rétt. Og þar ein stóra spurningin, eins og kemur fram í þessu ágæta skjali, kallum það bara ágætt, allt í lagi, að þar sem sagt endurunni heimilisorp 29,6% miðað við 2023 ef ég man rétt, já, 23. Það á að vera komið upp í 55% á næsta ári, sem alltaf gerist ekki. En ég hef bara velt fyrir mér og maður heyrir svona ýmsar sögur af því. Þessi 29,06%, það sem sagt það sem að norsarinn kalla sorteringsgrad, hvað að kalla það, flokkunar hlutfall.
og það er bara það sem kemur inn á flokkunarstöðuna. Síðan fer þetta flokkaða sorp væntanlega með skipi, einhvað til Svíþjóðar, einhvað þangað. Þar opna menn gámana og kíkja á hann í hvað það er og eins og maður heyri söguna víða frá, ég held að það sé töluvert mikið til því að megna þessu fer ekki í endurvinnslu, heldur er skipað í skip sem síðan siglir einhvað austur í Asíu þar sem að þessu endanlega er brennt. Og þetta er náttúrulega alveg galið sko, að sigla þessu þveran hnöttin til þess að brenna því ef það er ekki hægt að brenna því hér heima. Og ég ætla aðeins að hlaupa, aðeins að verja miðflokkin hérna núna vegna þess að nú bæði ég og Karl var búin að ráðast að honum. Þetta var kosningarloforð okkar og ég hef reynt að halda þessu á lofti. Ég hef reynt að halda þessu á lofti hér einu sinni áður allavega í sveitarstjórn. Ég hef reynt að tala fyrir þessu í byggðarráði. Undirtektirnar hafa hins vegar verið þögn. Þannig það er kannski furða maður svona bara gefist upp og fara að beina kröftunum í eitthvað annað. Sko, Ívar Karl kom líka á mjög vegamiklan punkt hérna. Það er kannski kjarni máls í þessu að hann sagði að það sem með reglugerðarfargani þá væri þrengtað. Og þetta blessaða reglugerða þjóðfélag okkar sem er eiginlega alveg að drepa okkur ekki á þessu heldur öðrum. Það er setta reglugerðir staðan fyrir það að eyða kröftunum og peningunum í því að þróa lausnir og gera hlutina. Einn ágætur sagði við mig einhvern veginn þegar ég var í vinnu sem unglingur sagði að nú er búið að tala nóg um hlutina og nú förum við að gera eitthvað. Og það er kannski það sem þarf að gera meira af, ekki bara hér heldur annars staðar, að sko þessar eilíðaskýrslur, áætlanir og stefnur og svo framvegis og þær eru yfirleitt þannig að þær verða til trafala þegar á að fara að gera eitthvað. Svo fara mann að blaða í þessu sko, hérna 37 síðan, hvað stendur nú hérna í svæðisáætlunum þetta, er þetta í samræmi með hana eða ekki? Og ég held svona skjal bara komið til með að þvælast fyrir okkur en gott og vel, þarna eru ákveðnir hlutir sem eru ágætir og koma fram og meðal annars er það lagt til að það verði gerð könnun á því, fýsileika könnun á orkuveri, sem sagt rusla orkuveri eða hvað þetta heitir. Og það er gott og vel, það sem ég bara segi það bara verið búið að gera það fyrir löngu, annarkvort hér á sveitarfélaginu eða á Austurlandi, eða bara á landsvísu sem sennilega hefði verið það besta. En Austurland er eiginlega sér á blaði þegar það kemur að þessu vegna þess að ég held að Austurland umfram önnur svæði sé betri stöðu til þess að gera slíka könnun vegna fjarlægðar frá suðvesturhorninu, vegna þess að verði það einhvern tímann að verði ein brennslustöð fyrir allt landið, þá er ekki víst að það verði mjög hagkvæmt fyrir Austurland vegna þess að þá þarf að flytja sorpið svo langa leið á vegakerfi sem við veitum þegar er yfirlestað. Þannig að ég hvet til þess að hérna á lokum og ætla að ekki að greiða atkvæði gegn þessu heldur við að sitja hjá í þeirri veiku von að það fyrsta sem hann gerir hérna samkvæmt þessu er að skoða þennan möguleika mjög alvarlega vegna þess að þetta er vaxandi málaflokkur í rekstri sveitarfélagsins. Hann vex í kostnaði, sorphirðigjöld voru hækkuð gríðarlega mikið fyrir skemmstu. Þannig að við þurfum að standa á tánum og ég held að við þurfum að finna einhverja lausn sem er betri en svo lausn sem við búum við núna, ekki síst vegna þess að okkur er sett það á löggjafanum að ná þessari flokkun upp í 55% strax næsta ári, það er náttúrulega algjörlega vonlaust. En við gætum þá kannski með einhver raunhæfum aðgerum öðrum en þeim að tala við Siggu og Gunnu og Siggu og Jóa og halda þau reddi þessu með því að flokka betur eða kaupa umbúðalaust eða eitthvað. Það er ekki að fara að gera sig. Þannig að við verðum að spyrja okkur hvernig ætlum við að ná þessu markmið. Og ég bara satt að segja, eftir að búin að lesa þetta, eftir að vera búin að fara í hérna frú gervigreind og fara út allt, þá bara sé ég ekki aðra lausn í þessu en nákvæmlega það sem nákvæmlega eitthvað að gera, þeir bara kveikja í öllu draslinu og mengunarlaust, nota bene. Þannig nú það og ég vil ekki hafa lengri orð en þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Næstur er Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi.
Forseti, bara örstutt, sko, Þröstur segir að Jón og Gunnar mun ekki draga úr. Við ekki fara að kaupa umbúðalaust og svo framvegis, sko. Það náttúrulega einn af þeim þáttum sem við verðum að horfa á í þessu og við verðum að treysta íbúðunum líka til þess. Við þurfum að hvetja til þess. Ég meina, þetta hraðtísku internet kaupandi samfélag sem við lifum í með sem við pöntum eitthvað lítið stykki frá Kína og það eru 16 tegundir af umbúðum utanum það og kemur í risastóran kassa til okkar, sko. Það bara getur ekkert gengið upp til lengdar, sko. Og ég meina lausnin á því ekki að búa til stórt brennsluver, sko. En ég ekki útilokað að segja að það geti orðið raunhæft að brenna úrgang. En við verðum að fara að horfa meira í þetta og ég meina draga úr sóuninni bara almennt. Ég meina, þetta aðeins til í verslunum hjá okkur, afsláttar matvæli sem að koma á síðasta söludag og svo framvegis. Ég meina, þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli í því þegar við erum að tala sorpið okkar, sko, úrgangina. Þetta þannig að þetta mjög stórt mál og snýr eiginlega meira og minna öllu okkar lífi, sko. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þannig að ég fel forseti sveitarstjórnar Jónínu Brynjólfsdóttur aftur stjórn fundarins. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson ætlar frá mælendaskrá. Ansvar, já. Já, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Þú múin að senda bókun á... Ok, við finnum út af því. Ég ætla að lesa bókunina sem ég ætla að bóka fyrst vegna sem ég held að vélin minn sem og nýtu batteri og stoppa, þannig að bókunin hljómar svo. M-listinn leggur höfuðáherslu á að gerð verði fýsileika úttekt fyrir sorporkuver á Austurlandi eins og nefnt í svæðisáætluninni. Stuttulega gott. En að öðru leyti bara með þetta sem Helgi Hlynur var að nefna hérna áðan, það alveg rétt og ég tek alveg heilsugar undir hann þegar maður kaupir vörur af Amazon og byrjar að pakka þeim sundur og það bara alltaf að taka allan daginn að maður kemst inn í vöruna sjálfa. En ég vantrúaðri heldur en hann á að almenningur taki við sér og það kom nú fram reyndar í ágætu erindi sem rekstraraðili, ég held að vera á Selfossi í sorpmóttöku hafði á síðasta fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, íslenska sveitarfélaga. Þar eiginlega bara var hann eiginlega hálf vonlaus það fannst mér vera, sko. Að svona bara rusl fyrir fólki og menn vilja helst sem minnst það hugsa og það þarf eitthvað mjög mikið að gerast til þess að flokkunin endurnýtingin fari þetta mikið upp úr 29% upp í 55 og herra, sko, 55 bara á næsta ári. Það er bara, ég veit það ekki, skiptum heilagi okkur eða eitthvað, þannig að ég held að það bara því miður gangi aldrei upp, en bókunin kemur væntanlega einhvern veginn til ritara. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máls sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo Guðný Lára Guðrúnardóttir, gjörðu svo vel. Unnið er í því að koma bókun á ritara. Já, nei, mér langaði bara að spyrja. Það stendur hérna í svæðisáætluninni gert ráð fyrir stuðningi við úrgangsforvarnir. Það tala mikið úrgangsforvarnir í þessari áætlun, en ég ásvöldi erfitt með að skilja hvað felst inn í því og er sem sagt inn í því að einhver áætlun til að ná til fólks
eins og þeir eru að tala um. Ég bara velti þessu fyrir mér, hvort þú getur svarað því, Jónína. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðný Lára Guðnadóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja sérstaka fundastjórum að taka á stjórn fundarins. Forseti hyggst taka til máls. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta er búið að vera rosalega fín umræða hér í dag þessi mál. Það sem Guðný Lára er að vísa til, að það er raun og veru snýr af því að fræða. Við þurfum að fræða. Hvaða úrgang erum við með í höndunum og hvernig best að nýta hann. Gleymum nú ekki þegar úrgangs eða flokkunum var fyrst innleitt hér að vorum allar skoða númerin á plastinu, hvað hluti af plastinu er endurvinnanlegt og hvað ekki. Margir sennilega orðnir kærulausir í því. Textíli til dæmis ekki hægt að endurvinna, við urðum hann. Þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst það að til þess að ná meiri árangri í flokkun og þá þurfum við að veita meiri upplýsingar til almennings. Við í þessu sveitarfélagi höfum reynt að gera það, en betur má duga skal. Þannig að ég reikna með að það sé verið að vísa til þess. Auðvitað snýst þetta líka að fá fjármuni inn í þennan málaflokk og með því að samþykkja þessa aðgerðaáætlun má reikna með því að við séum að fara að setja einhverja fjármuni í því að framfylgja þessari aðgerðaáætlun sem fram kemur. Hún á sjálfsögðu á höndum Austurbrúar og ég reikna með því að það verður sótt í alls konar styrki. Sennilega verður farið líka bara kannski á landsvísu í það að upplýsa fólk um það hvernig við getum betur unnið úr okkar úrgangi. Þannig ég held að það sé fyrst og fremst það. Forvörnin er alltaf í formi þess að veita upplýsingar og markaðsetja það betur. Takk. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að ég fel forseta sveitarstjórnar Jónínu Brynjólfsdóttir aftur stjórn fundarins. Ef fleiri eru ekki sem vilja taka til máls, þá tökum við máli til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Það er samþykkt með 10 atkvæðum, einhvern sem situr hjá, einn sem situr hjá. Er bókun komin á ritara? Allt klárt. Hljómandi gott, þá höldum við áfram. Við erum þá komin í mál nr. 9. Fundir sveitarstjórna, fagráða og heimastjórna júlí til desember 2025. Fyrirliggja drög að fundadagatali sveitarstjórnar, fagráða og heimastjórna tímabilið júlí til desember 2025 sem hefur verið staðfest af heimastjórnum og viðkomandi fagráðum. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi fundardagatal sveitarstjórnar og fastanefnda júlí til desember 2025 og felur skrifstofustjóra að sjá til þess að það verði birt á heimasíðu sveitarfélagsins. Ég ætla að opna mælendaskránandi þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við máli til afgreiðslu. Þeir sem samþykki þetta rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 10, sumarleyfi sveitarstjórnar 2025. Fyrir liggur að afgreiða sumarleyfi sveitarstjórnar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að sumarleyfi sveitarstjórnar verði frá fundi þess 11. júní 2025 og til og með 4. ágúst 2025. Byggðaráð mun fara með fullnaðarafgreiðslu heimild mála þann tíma samanber 32. grein samþykkta stjórn Múlaþing. Fyrsti fundur sveitarstjórnar af loknu sumarleyfi verði haldinn 20. ágúst. Ég ætla að opna mælendaskránandi þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki, þá tekið máli til afgreiðslu. Þeir sem samþykki þetta rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í sumarlokun skrifstofu Múlaþings 2025 sem er mál nr. 11. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðaráðs þann 25. febrúar. Stendur það hér? Held að við þurfum eitthvað að skoða þetta áður en við lokum fundargerðinni. Er þetta rétt? Ok. Auk minnisblaðs frá skrifstofustjóra varðandi sumarlokun skrifstofu Múlaþings 2025. Fyrirkomulagið verði með sama hætti og undanfarin ár. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að sumarlokun á skrifstofu Múlaþings verði með eftirfarandi hætti. Skrifstofur og Borgarfirði, Seyðisfirði og Djúpavogi verða lokaðar frá og með mánudeginum 7. júlí og til og með föstudeginum 1. ágúst. Skrifstofa sveitarfélagsins á Egilsstöðum verði lokuð frá og með mánudeginum 21. júlí og til og með föstudeginum 1. ágúst. Ég ætla að opna mælendaskránandi þessum lið ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá tekið tillögur til afgreiðslu. Þeir sem samþykki þetta rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 12. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, fjárhagsáætlun 2025. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðaráðs þann 20. maí 2025 að leggja fram til kynningar bréf til sveitarstjórnar frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga vegna yfirferðar fjárhagsáætlunar 2025.
Til stendur að leggja þetta hér fram til kynningar en ég ætla að opna mælendaskrá ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki og þá þetta hér lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í lið númer 13. Endurskoðun á reglum leikskóla í Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá fjölskylduráði þann 3. júní 2025 endurskoðaðar reglur leikskóla Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi reglur leikskóla Múlaþings. Skrifstofustjóra falið að sjá til þess að reglurnar verði birtar á heimasíðu sveitarfélagsins. Og ég opna mælendaskrándu þessum lið einhverju vilja taka til máls. Svo ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykja þetta réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin hér í lið númer 14. Sameiginlegur fundur ungmennaráðs og sveitarstjórnar. Fyrir liggur minnisblað frá sveitarstjóra eftir sameiginlega fund sveitarstjórnar og ungmennaráðs fyrir í dag miðvikudaginn 11. júní 2025. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa málum frá ungmennaráði til viðeigandi ráða samkvæmt minnisblaði sveitarstjóra. Og ég ætla að mæla þetta skráðandi þessum lið. Einar Freyr Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir fundamenn. Mér langaði að koma upp undir þessu lið til að þakka ungmennaráði fyrir virkilega fróðlegan og skemmtilegan sameiginlegan fund núna í morgun. Fyrir sléttu ári síðan, eða miðvikudaginn 12. júní 2024, satt ég reyndar sambærilegan fund með eldra ungmennaráði, en síðan þá hefur nýtt ungmennaráð tekið til starfa og er það nú að sigla inn í síðari hlutan á sínu starfstímabili. Fundurinn í morgun bar þess merki að ungmennaráðsfulltrúar hafi verið vel undirbúnir, en málin sem þau kynntu fyrir okkur voru vel undirbyggð og greinilega úthugsuð. Það veit á gott fyrir framhaldið, en auk þess sem þau eru nú í oddastöðu til að fylgja eftir áherslumálum sínum á seinna starfsári, reynslunni ríkari eftir því fyrra, þá gæti ég vel trúa að einhver þeirra muni láta að sér kveða í enn ríkari mæli á vettvangi sveitarstjórnarmála, síðar á lífsleiðinni, hvort sem það verður strax á næsta kjörtímabili eða síðar. Án þess að ætla að rekja öll þau mál sem ungmennaráð kynnti fyrir okkur og munu nú fara í viðeigandi farveg innan stjórnsýslunnar, það má ég til með að taka undir með sveitarstjórnarfulltrúa Guðnýju Láru Guðrúnardóttur og Dagmari Stefánsdóttur sveitarstjóra fyrir á þessum fundi samræmingu gjaldskrá og íþróttamiðstöð í Múlaþingi, en þetta einmitt eitt af þeim málum sem ungmennaráð lagði áherslu á við sveitarstjórn á fundinum í morgun og ekki amalegt að hafa geta tekið þátt í því að samþykkja það fyrir á þessum fundi að samræma þessar gjaldskrár. En þetta breyting sem mun vafalaust ekki síst gagnast ungmennum í sveitarfélaginu. Fleira var það ekki frá mér. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson hefur lokið málsins. Eru fleiri sem vilja taka til málsins til þessum lið? Svo ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu pönt. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í fundagerðir. Við ætlum að byrja hjá og fara yfir fundagerðir heimastjórna. Við erum með lið 15, 16, 17 og 18. Hér að ræða fundagerðir heimastjórna Borgarfjarðar nr. 60, fundagerð heimastjórna Djúpavogs nr. 61, fundagerð heimastjórn Fljótsdalshérað nr. 59 og fundagerð heimastjórn Seyðisfjarðar nr. 57. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki, þá eru þessar fundagerðir lagðar hér fram til kynningar. Við erum þá með fundargerðir frá byggðarráði Múlaþings nr. 153, 154 og 155. Hér að ræða fundarliði nr. 19, 20 og 21. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Ef einhverju hyggjast taka til máls. Svo ekki og þá eru þessar fundagerðir hér lagðar fram til kynningar. Við erum hér með umhverfis- og framkvæmdaráðs fundagerðir nr. 150, 151 og 152. Hér að ræða liði nr. 22, 23 og 24 á þessum fundi og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum ef einhverju vilja taka til máls. Nú sá ég ekki hvor var á undan, Þröstur eða Ásrún. Já, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og annað gott fundarfólk. Það fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs 151, liður 1 þar, fundir með hagaðilum skemmtiferðaskipa. Þar sem fyrir liggja fundargerðir frá fundum hafnarstarfsfólk með hagaðilum í móttöku skemmtiferðaskipa
Mér langaði í rauninni bara aðeins kannski að velta því upp hér og þá leggja það til að hagaðilar teljist líka íbúar í þessum skilningi. Vissulega talað hagaðila í móttöku skipana en ég vil meina að það séu íbúar í rauninni líka, búa á stöðunum þar sem þessi skip koma í land og eiga auðvitað í samskiptum við farþega þess og vinna margir hverjir við að taka á móti skipverjum og farþegum. En hugtakið hagaðilar á sér samheiti í haghöfum sem hugtakalisti til notkunar við stefnumótum, málefnavinnu og flokka sem tekið saman af stefnuráði stjórnarráðsins, skilgreinir haghafa sem einstaklinga, hópa eða skipulagsheildir sem hafa beinan eða óbeinan hag af tiltekinni ákvörðun eða athöfnum. Ég myndi því á þessum grunni gjarnan vilja að slíkir fundir væru opnir íbúum Múlaþings, sér í lagi á þeim stöðum þar sem mest mæðir á, en það mikilvægt að íbúar hafi vettvang til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri hvað þetta varðar á sem auðveldastan hátt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið málsinu, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, næstur á mælti skokki svel. Minna fundamenn á að taka fram í hvaða fundagerð við tala og máls. Já, forseti, það gott fund á fólk sem að gleymi nú ekki formulega heitunum, en það sem sagt fundagerð 100 umhverfisverndarráð, svo síðasta 152, já, og þar undir liður 7 umsagnarbeiðni kerfisáætlun sem kerfisáætlun Landsnets. Ég svo sem lítið þessa kerfisáætlun að segja. Það sem ég finnst að segja og vildi aðeins bara benda á að ræða þarna það að áheyrnarfulltrúi okkar, M-listanum, Benedikt Viljámsson, Warren, lagði þarna fram heljarmikla bókun og sem kannski ekki beinlínis í beinu tengslum við þessa kerfisáætlun, en ég ætla nú ekki að kvelja menn með að lesa hana upp, en þar kemur megininntakið þetta að það sem sagt kemur út úr þessu kerfisáætlun að Landsnetið búið að vera að byggja hér upp af miklum krafti dreifikerfi raforku og núna eru þeir að vinna í mjög stóru skrefi þar sem fólgið í því að taka Fljótsdalslínu sem liggur frá Fljótsdalsstöð niður í álverið á Reyðarfirði og tengja þarna niður í tengivirkið í Hryggstekk með 220 kV tengivirki sem kemur til með að gjörbreyta dreifikerfinu hér eystra, efla það mjög. Þetta hlutur sem ég man að þetta var eiginlega það fyrsta sem ég opnaði munnin með þegar ég gerði sveitarstjórnarmaður á fundi með Landsneti og á þeim tíma hristuður hausinn og brosuður annan og ég þótti hálf galinn að tala þetta. En eitthvað breyttist og ég sviðaði þetta nokkur sinnum og eitthvað breyttist og endan fórum henn að tala þetta og endan var þetta gert. Ég ekki að segja að það veri mér að þakka að þetta var gert en allavega byrjaði umræðan þar. Þetta gefur til þess að það hægt að afhenda alltaf 50 megavöttum á afli við Hryggstekk og sennilega út við Eyvindarársstöð líka. Gríðarlega skemmtilegt tækifæri fyrir þetta sveitarfélag. Það eina sem aðeins það bara engin orka til þess að setja inn á þetta öfluga dreifikerfi okkar. En það kemur vonandi einhver tíman og þess vegna þótti okkur ástæða til þess að bóka þetta og ég svo sem alveg samsegur Benedikt að þessari bókun, við sátum saman og sömdum hana og hún var allt og löng. En hún þetta og það að hvetja til þess að orkan sem verður til allavega í fjórðungnum verði nýtt í fjórðungnum. Verði einhvað virkja, það standa fyrir smávirkjanir, bæði í
Gilsá og eins inn í Skriðdalíðarbæl. Illu heilli búið að stoppa allavega í bili Miklavirkjun, Hamarsvirkjun. Ég veit að minnihlutinn ekki sammála mér því að það sé góð virkjun, en enga síður, það búið að stoppa það. Bókunin snýst þetta að bara lýsa því yfir að við viljum að orkan sé nýtt í heima sveitafélaginu og fyrir því eru mörg rök og ein rökin eru mjög eðlisfræðileg. Það er að segja að það borgar sig miklu verra að flytja orkuna af svæðinu vegna þess að þar tapast heilmikið af henni í dreifikerfinu. Auk þess dreifikerfið, það er einn löstur á því enn sem er á milli Kröflu og Blönduvirkjunar. Að þar eru svona umhverfissjónarmið sem hafa komið í veg fyrir það að dreifikerfið sé endurnýjað þar og byggt upp. Þannig að tækifærið núna er eiginlega alveg einstakt fyrir austur frá að byggja upp eitthvað á þessum tveim tengipunktum, Hryggstegg eða við Eyvindarárstöð. Og við vildum í rauninni þarna, það var hnykkt á því að það ætti sem stað að fela sveitastjóra það að koma þessu skilaboðum nýtingu á heimasvæðinu til ráðherra var það ekki. Það er kannski ekki rétta leiðin. Það sem hins vegar gerðist og ég var svolítið bara setti hljóðan var það að þessi tillaga hún var bara algjörlega felld. Ekki bara meirihlutann, minnihlutann líka. Hún bara felld með öllum atkvæðum. Við höfum sjálfur ekki atkvæðisréttarna, en hún felld með 7 atkvæðum. Ég hefði nú viljað sjá það, ég held að séu allir í inni, ég leiðrétti mig ef það ekki, þeir eru sammála það að þetta beri að láta í það skína, við viljum atvinnuuppbyggingu á svæðinu og við viljum nýta þau tækifæri sem gerast. Og það hefði vel mátt þá taka þessa bókun og vísa henni eitthvað annað til byggðarráðs eða eitthvað eða laga þetta og gera þetta sér liðið eitthvað, en að vísa þessu svona algjörlega frá, það er alveg svakalega vond skilaboð inn í atvinnulífið á Austurlandi. Og ég ætla eiginlega að leggja út í þá vegferð að spyrja forseta umhverfis- og framkvæmdaráð, hverjar og jafnvel minnihlutann líka, ég held að vera að svara þessu, hverjar eru forsendur þess? Bara slá þetta svona algjörlega út á borðinu og ef ég hef skilið rétt þá voru umræðurnar engar. Þetta. Þannig að ég vil gera heyra í ykkur með það, bæði frá meirihluta og minnihluta. Takk fyrir. Stjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu. Ívar Karl Hafleifsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, ef ég byrja að svara sveitarfélagi Þröstur Jónsson aðeins, það er liðið 24, það er undir liðið 7, Kærusáttun Landsnets. Við fórum nokkur á kynninguna á þessari kærusáttun sem fór fram í Landsnet á Egilsstöðum. Við sátum þar allan ég, sveitarfulltrúi Berglind Harpa og sveitarstjórinn okkar, Dagmar, hlustuðum á þetta. Það er kannski, ég hef nú rætt þetta svo sem við fulltrúa M-listans sem mætti á þennan fund, en mér finnst svona að því að við, kærusáttun Rarik kom til Byggðarráðs. Byggðarráð fer með atvinnumál og þau tækifæri við erum byrjað að skoða þessi möguleika atvinnuhug út af þessu því að það er ljóst að þetta eru gríðarleg tæki sem ferast í því að hérna gæti verið laus 50 megawatt og það er kannski vanandi að menn hafi fellt þetta. Ég held að menn sé alveg saman þetta er bara í mínum huga ekki rétt í staður. Ef menn kynna þetta í umhverfis- og framkvæmdaráði, ráðinu sem fer með framkvæmdir, þá væntanlega erum að kynna kærusáttun út frá uppbygging áhverju sem eru. En ég er alveg saman, menn hefði alveg getað að vísa þessu áfram, en mér finnst bara, þetta er bara í vinnslu hjá okkur. Og búið að vera í vinnslu lengi, því að það er mjög langt síðan þessi fundur var haldinn. Ég man nú ekki alveg, það hefði verið rúmum mánuði síðan að þessi fundur var haldinn á Egilsstöðum. Og ég hefði viljað sjá fleiri það, því að þetta var bara mjög skemmtileg umræða sem hófst þarna. Og ekki bara hjá Landsnet, það voru líka aðrir aðilar, til dæmis fulltrúar frá Rarik, sem var bara mjög gaman að heyra svona pælingar og annað og bæði tækifæri og áskoranir sem fyrir eru. Ég tek vel tækifærin sem við höfum verið að sjá þetta svona í ákveðnum hillingum inn í framtíðinni því að það er ljóst að það er mjög langa tíma hefur þetta staðið dálítið uppbyggingum svæðin til þrifa að menn get ekki afhent rammagn. Þannig að mér finnst bara í Byggðarráði, í meirihlutanum í Byggðarráði mikil einhugur það að reyna að velta því fyrir sér hvað þetta þýðir, hvaða tækifæri getum við fengið til okkar og hvaða er rauninni atvinnustarf sem við ættum að horfa til.
Og ég svona fór nú bara átti ágætt samtal við fulltrúa frá samtöku iðnaðarins. Bara velta aðeins fyrir með steinum með þeim og reyna að fá þá kannski inn í þetta samtal allavega bara að velta fyrir sér, hvað sjá þeir fyrir sér, hvaða möguleikar eru í stöðunni, hvaða fyrirtæki eru þetta sem við getum reynt að hýra til okkar. Plús þá stækkanum möguleikar þeim fyrirtæki sem fyrir eru. Þannig að ég svona, og svona almennt séð sko, ef að menn vilja leggja til metnaðarfullar bókanir eða drög á bókunum inn á fundum, þá ætti menn að senda þau bara fyrir fundi. Það bara alveg, bara við gerum það, meirihlutin sendur út bókunardrög með töluverðum tíma og reynum að gera það alltaf svo lengi sem bókunardrög eru til. Að séum við með svona stóra og mikla bókanir, þá bara mjög gott að þetta veri sendt fyrirfram, þannig að menn getur líka að skoða það tíma til þess að velta þessu fyrir sér. Að ég upplýði það að menn séu alltaf að mála þeim litum að við sem að sláðu út borðin og séum bara viljum geta þátt ykkur þannig, en sannleikurinn er bara við erum bara að vinna í þessu og voru byrjaðir að vinna í þessu töluvert áður en þessi bókun kemur fram. Að ég tek undir, það getur verið gríðarlegt tækifæri þetta. Og ekki bara endilega fyrir hér, þetta líka bara fyrir Austurlandi og annað, sko, að þarna og svo sér maður líka bara fréttir stækkun á þeistaríkjum annar stað sem getur bara þýtt það að hér væri ennþá meira orku í boði. Það flutningskerfið orðið mjög öflugt þarna. Já, láta þetta duga í bili, þetta kom ekki aftur bara, er það ekki betra frá posti? Jú, það er mikið betra. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máls og ég ætla að biðja sérstaka fundarstjórum að koma og taka við stjórn fundarins þar sem forseti tekst taka til máls. Ert þú að réttu pönt þarna, Ásrún? Þú biðjum orðið. Það fer eftir í hvað ég sé. Það er skott að vanda sig. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundargestir. Fínar umræður hér. Kannski ég byrja á því að svara sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur með hagaðila. Já, það er óhætt að segja að hennar sé sárt sakna á umhverfis- og framkvæmdaráði. Ef hún sæti fundið með okkur, þá myndi hún kannski hafa eins meira innsýn í þetta. Eftir þessu fundi var sérstaklega kallað, sem sagt, Cruise Iceland, sem eru samtök þeirra hafna sem taka á móti skemmtiferðaskipum, fundaði með sveitarstjórn hér á vordögum, janúar, febrúar, manna ekki. Og í framhaldi fengum við Cruise Iceland til að koma inn á fund umhverfis- og framkvæmdaráðs. Í tengslu við komu þeirra hingað var kallað eftir því að fyrirtækjum, smáfyrirtækjum sem eru að þjónusta skemmtiferðaskipin, að það yrði svona hagaðila fundur í tengslum við þetta innviðagjald sem við erum að setja á. Og þess vegna var farið í þessa fundaferð, þessa tvo funda segir frá Djúpavogi. Ég er alveg sammála sveitarstjórnarfulltrúa það að hagaðilar er miklu stærra hugtak. Í þessu tilfelli er þetta sérstakur fundur sem var óskað eftir. Við höfum reynt að hafa það með því móti að íbúafundir bæði Djúpavogi, Seyðisfirði og Borgarfirði fjalli komu skemmtiferðaskipa og álitamál þeim tengt. Þannig að ég lít svo á, svo ég tala út frá mér, að þegar við séum í íbúafundi og erum að fjalla þar komur skemmtiferðaskipa, þá séu sjálfsögðu íbúar og allir aðrir sem eru hvort sem eru rekstur ekki velkomnir til þess að ræða sín álitamál. Þannig að það sé sagt að ég tel ekki að þessi hagaðila fundur hafi ætlað að útiloka einn eða neinn, en það var sérstaklega óskað eftir honum af þessum aðilum. Við höfum náttúrulega gert skoðanakannanir meðal íbúa og við munum reyna að gera það aftur á næsta ári, við tölum að gera það á 2 ára fresti. Þannig að ég hugsa að við reynum að gera það, við viljum að komur skemmtiferðaskipa séu í sátt og samlyndi við samfélagið. Varðandi bókun Pella sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson vísaði hér til áðan, að þá ætla ég bara að segja að bókunin var bara fín. Ég ætla bara að segja fyrir mitt leyti, ég taldi hana ekki verið í samræmi við umfjöllun þess sem var á fundinum. Þarna var verið að óska eftir umsögnum með kerfisáætlun Landsnets og bókunin sjálfur sér alveg ágætt og ég veit að hann var náttúrulega svektur að geta ekki vísa þessu neins staðar en bara minna á það að M-listinn hefur eins og allir aðrir rétt á því að leggja fram mál og óska eftir umfjöllun það og ef að menn vilja leggja fram mál í byggðarráði þá er sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson þar og hann getur hæglega gert það. Þannig að þetta málefni getur hæglega fengið umfjöllun í byggðarráði þótt að því hafi ekki verið vísað þaðan frá umhverfis- og framkvæmdaráði í þessum lið nákvæmlega. Ekki þar fyrir að ég ætla að fara einhverjar hártogar innihald þessar bókunar, mér fannst hún bara alveg eiga rétt á sér, svo það sé sagt. Síðan langaði mig rétt í lokin, fyrst ég komin upp, að fara eins yfir það á síðasta fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs sem við verum að tala 150. önnur fundagerð, liður 4 fiskeldissjóður.
Mér langar að lýsa yfir vonbrigðum mínum með það að við fáum ekki hærri styrk úr fiskeldissjóði en raun ber vitni. Við fáum afgreidda eina umsókn af 2 og sko miklu lægri upphæð en við vorum að óska eftir. Ég veit að sveitarstjóri og starfsmenn stjórnsýslu eru mjög ákafir í því að reyna að fá einhver svör við því hvers vegna þessi sjóður úthlutar með þessum hætti, hvort það sé verið að notast við einhverja þumalputtareglur eða hvernig það er. En það var vitaskuld gríðarleg vonbrigði af því við vorum með 2 verkefni sem við sóttum í fiskeldissjóði í samráði við heimastjórnina á Djúpavogi. Annars vegar var það stækkunin á leikskólanum og hins vegar var það að kaupa áhaldahús, af því okkur vantar áhaldahús á Djúpavogi. Við erum með það í leigu. Og ég vonast til þess að núverandi ríkisstjórn sem hefur lýst því yfir að farið verði af stað með í þann leiðangur að leggja fram frumvarp um lagareldi að nýju í haust, að þau láti af því verða, af því að þar inni er margar góðar hugmyndir og tillögur og það á náttúrulega eftir að fara í gegnum þinglega meðferð, en ég held að sé mjög mikilvægt að það frumvarp um lagareldi komi fram og hvað okkur varðar að fiskeldissjóður verði lagður niður og sveitarfélög fái sannarlega tekjur af því sem að við erum að skaffa hér til þjóðarbúsins. Meira hef ég ekki bili. Takk fyrir. Forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Og það kveður sér engin hljóðs. Jú, Ívar Karl Ásrún, Njáll Stefánsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Já, aldursforseti og annað gott fundafólk. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúa Jónínu Brynjólfsdóttur fyrir góð svör varðandi hagaðila erindi mitt og ég er svo sem bara algjörlega sammála henni í því að ég held að ætlunin hafi engan veginn verið að útiloka einninni og bara mjög góð ábending að það sé hægt að ræða þessa hluti á íbúafundum og kannski þarf í rauninni bara að minna á það og það er oft sem það vil vera á íbúafundunum að það er kannski aldrei knappur tími til þess að ræða allt sem liggur fólki á hjarta en vissulega var einhvers konar fundur á þessa leið haldin líka í fyrra þá kannski væntanlega líka eftir fyrirspurn frá fyrirtækjum á stöðunum þannig að já, ég bara fagna því að við tökum aftur fyrir einhvers konar kannanir og þá einna helst að væri hægt fyrir fólk að koma á framfæri ábendingum í sama formi en ekki bara kannski að svara fyrirfram ákveðnum spurningum. Ég held að það væri mjög gott. Þá getum við bara öll hjálpast að við að búa þessu góðan farveg í sátt við íbúa. Það bara er til mikils að vinna að gera það vel. En hvað varðar erindi sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar þá er ég í leyfi frá umhverfis- og framkvæmdaráði en í góðu samtali við fulltrúa Vinstri grænna í ráðinu og hafði einmitt lesið þessa bókun frá fulltrúa M-listans og get svo sem bara tekið undir mjög margt í henni, þó ekki allt og ef ég skil það rétt þá eru það kannski þessi teknilegu örðuleikar að fá svona langa bókun, get í rauninni ekki lesið hana fyrirfram, vera jafnvel ekki sammála öll í henni og þar af leiðandi ekki samþykkt hana. En það verður ekkert endilega með bara innihald bókunar að gera. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Njáll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, þetta er lið 23, fundagerð umhverfisráðs nr. 151 og ég ætla að byrja þessi lið 12, skiltiyfirvök. Ég hef bara fylgjast með þessu lengi og ég held að þetta skiltamál er búið að veltast svona hjá okkur og Vegagerðinni þar á milli sennilega verða 1,5 ár sem ég finnst aldrei mikið og að ég skoðaði nú bara gögninni myndir annars fylgdi þessu og ég velti bara fyrir mig svona að því að menn tala fordæmisgildi og annað að því að hafa til dæmis verið á ferðinni þjóðvegi landsins núna daginn fyrir stuttu þá keyrði til þeim fram hjá flottu skilti þar sem Ölfus merkir sig inn á Hellisheiði hvenær þú kemur inn í sveitarfélagið Ölfus. Ég sá skilti Reykjanesbæjar sem er þegar þú kemur Reykjanesbæjar mjög stórt upplýst skilti og mér finnst bara
svona, já, ég held að vera bara dálítið þreytandi að þurfa að sitja undir því að ríkisstofnanir séu farin að þegja sitt valdsvið dálítið víða. Og í rauninni, ég skil ekki alveg að menn eru þarna komin út fyrir öryggissvæði en þetta gæti haft einhver áhrif, en það er svo margt sem getur haft áhrif á umferðaröryggi og ég velti fyrir mér hvar menn ætla að byrja og enda í því. Það að aðilar sem er ekki í starfsemi og eðlilega vilja kannski merkja sig, láta vita af sér, því það er líka ákveðið öryggismál að menn viti hvert menn er að fara í umferðinni. Þess vegna er ágætt að vera með merkingar. Þetta er ekki ljósaskilti, þetta er eins og upplýsskilti og bara, ég myndi segja bara, Forsteig týndist mér á myndum og svona nokkuð minimalist að fordæmisskilti finnst mér að því að við höfum bara séð mun stærri skilti annars staðar, en kannski það sem svona veldur mér áhyggjum er það í rauninni, ég veit að það er sín sveitan sem við viljum fá jákvæð umsögn við að gera áður veiturleyfi, sem er bara, við leitum þeirra umsögnar, en það er ljóst að skipulagsvaldið er samt ennþá hjá okkur og ég velti bara fyrir mér sko, mér finnst þetta bara að vera orðið dálítið sem hefur svona verið viðlóðandi í þessa stofnun að menn gangi alltaf lengra og lengra. Mér finnst menn ganga orðið dálítið langt þarna í að finna að hluti sem gætu mögulegt áhrif, neikvæð áhrif umferðaröryggi. Já, ég meina það er margt sem við, bara lausganga hesta nálægt þjófi hefur gríðarleg áhrif. Meina, bara að gera Suðurlandi núna á mánudaginn síðasta að það voru bílar að bremsa niður og stoppa því það voru rollur að labba einhverstaðar á túni eða hestar eða eitthvað sko. Hvenær ætla menn að fara bara, mér finnst bara lélegt að þetta tækir svona langan tíma og velti bara fyrir mér að sko, menn segir þessi framkvæmdaleyfi skilt, menn er að tala að stilla þarna upp skilti og þetta er ekki bara þarna, við höfum bara verið að díla við líka þeir sem hafa rekið bara atvinnustarfsemi sérstaklega til sveita. Ég man eftir svona deilum varði merkingar á veitingastað sem var á Jökuldal. Það sem menn mátti ekki merkja hana því að, jú, skilti sæist úr veginum, sem hlýtur að vera tilgangur skilta ef þú ert að merkja það að þau sjást úr veginum. Þannig að ég velti bara fyrir mig sko, og við þurfum eitthvað að móta það betri okkur, eitt er að með veiti umsögn og hitt eins og við séum með það með leyfisveitingavaldi. Að við þurfum bara að passa á þessu og mér finnst bara ákveðin lenska hafa verið hérna, mér finnst menn vera mjög neikvæðir. Og það er ekki bara svona leyfisveitingar og umsagnir frá veginn, við líka bara varðandi lokun vega, varðandi alls konar hluti sem mér finnst menn bara ganga mjög lengra fram á austursvæði heldur en annars staðar. Og það bara fer dálítið í mig, af því að þetta eru bara, menn eru dálítið að, þú ert dálítið aðtast í málum það sem er unni, bæði fyrirtæki og einstaklingar eru bara að reyna að draga fram lífið sko. Og það skiptir bara máli að fá að merkja sína atvinnustarfsemi. Auðvitað viljum við ekki að menn setja upp ljósskilti í kantunum veginum sem hálfblinda ökumenn, ég skil það alveg sko. En það þarf að vera einhverstað þarna svona sameiginlegar reglur og mér finnst bara þetta eftir að hafa skoðað og hvað aðrir eru að gera, þá finnst mér bara mikið í þessu rökstuðning vegagerðarinnar ekki halda vatni. Og á þessu nótum langar mér að vinna liðið 7 samanliði, varðandi Kjarvalsstaði. Ég hef nú sjaldan brosað þess mikið og þegar ég las þessa fundargerð og velt fyrir mér hvert við erum komin sko. Að fulltrúar í þessar nefnd virðast vera jafnvel aðeins meiri aftur að segja heldur mannréttindanefnd því að mannréttindanefnd leyfði öllum að skýra eignarnafninu Kjarval 2010. Og ég stakk nú upp á landeiganda að til að leysa þetta gæti hann tekið upp millilandi Kjarval og vísa þá til þess. Og erum nú þegar búin að skýra Davíðsstaði, hann getur þá skipt Kjarvalsstaði út af millilandi sínu en mér finnst svona að ég segi, jú, ég held að við fáum umsögn frá þessari nefnd, örnefnanefnd sem svo víst til. Það verður gaman að sjá hana, en það snýst kannski það að bara, þetta mál var líka mann að þvælast mjög lengi hjá okkur, áður að koma á borð nefndarinnar og það er líka annað. Þegar menn eru að reyna að gera eitthvað, þá finnst mér bara, ef þetta stendur eitthvað í starfsmönnum afgreiða mál, þá á þetta bara að koma fyrir til nefndarinnar og nefndi þetta ákvörðun. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Ásrún Vill Stefánsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Já. Virðulegi forseti og annað gott fundafólk. Ég kem upp undir sama lið og sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl. Já, síðasti varðandi skilti. Ég fann mig eiginlega knúna, já þetta var 10. liður, ekki 12. Fann mig knúna til þess að koma hér upp. Ég og Ívar erum oft ósammála og ég er honum hjartanlega ósammála að skiltið í Ölfus sé glæsilegt skilti. Mér finnst það bara mikið líti. Og er mjög fegin að við skulum ekki viðhafa eitthvað svona hér í okkar ágæta sveitarfélagi og vil ekki að við gerum slíkt. Helst myndi ég vilja bara fara að fordæmi smábæjarins Karmel í Bandaríkjunum þar sem að
öll auglýsingaskilti og önnur neonskilti eru bönnuð. Mér finnst það afar heillandi. Fannst það alveg svona bara kýtlandi hugmynd þegar unnið var að aðalskipulagsvinnu vegna sveitafélagsins. Hvað við getum skapað okkur sérstöðu með að vera bara ekki með nein ljót auglýsingaskilti. En ég gerir mig grein fyrir að ég stend ekki í rekstri og veit og hef heyrt frá öðrum sem standi í rekstri að það virðist vera nokkuð nauðsynlegt að hafa skilti. Auðvitað þykir mér það mjög miður þegar þau eru á ensku. Mér finnst þau öll að vera á íslensku og vil gjarnan að við höldum áfram í bara að hafa allt á íslensku. En gæti í rauninni kannski komið með þá málamiðluna tillögu að við myndum þá frekar vera með eitthvað samrænt útlit skilta sem getur bara jafnvel laðað og lokkað fólk hingað. En ég varð bara að koma upp og segja þetta að því að ég vil ekki sjá allskyns skilti hér og þar kaupin og hvappin. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Já, forseti, sem jafnframt aldursforseti og annað gott fundafólk. Man ekki hvað þetta var. Þetta er semst fiskeldissjóðsliðurinn sem Jónína var að fara inn í. Já. En bara rétt áðurinni fyrir það, síðast sem ég ætla að fara að gera það er að fara munnhöggvast einhver tæknileg atriði út af þessu bókun, en mér ekki væntum að heyra það að menn eru svona á línunni, báðum megin báðum. Það kannski var það sem ég ætlaði að ná fram og það má vel vera að við flytjum einhverja tillögu í anda þessa inn í byggðaráð vegna þess að tækifærið er töluvert og ég búinn að fá nóg af karpi og vesinni í sveitarstjórn og hérna sætti mig bara við þessi svör og þó að það sé mjög sérkennileg afsökun að tala bókunundur að koma á seint, þá var bara hægt að setja máli í vinnslu eða eitthvað slíkt og fresta þeirra næsta fundin. En allt í lagi. Ágætismál. Fiskeldissjóðurinn hins vegar, ég var fyrir jafnmiklum vonbrigðum og forseti sveitarstjórnar og deili þeim áhyggjum með henni og það sem verra er að ég hef áhyggjur af miklu stærra máli í því sambandi. Sjálfstæðismenn héldu hér ágætisfund daginn orkumál þar sem að ég fór svona með hauspoka inn og settist á aftasta bekk. En þetta var mjög góður fundur. Þarna mætti fyrrverandi ráðherra og fleiri góðir fræðimenn. Og fiskeldissjóður er eitt, en ef það er að fara að gerast með þetta núna sem heitir að það þá að taka af undanþágu orkufyrirtækja frá fasteignagjöldum og menn ætla að fara að breyta því eitthvað annað en bara að fella þessu undanþágu niður þannig að við fáum fasteignagjöldin af orkumannvirkjunum með einhverjum grústúlum í kringu það. Ef menn ætla að fara að breyta því í eins konar fiskeldissjóð þá líst mér ekki á blikuna. En þarna á þessum ágætafundi komu fram þær áhyggjur. Núverandi ríkisstjórn ætli að fara þá eitthvað. Þá er illa komið. Og ég bara vildi nefna þetta hérna vegna þess að við þurfum virkilega að standa á tánum hvað þetta varðar og stíga fast til jarðar ef menn ætla að reyna þetta. Að búa til nýjan einhvern hvað að kalla hann, orkueldissjóð eða eitthvað, ég veit ekki hvað að kalla hann. En ég vil bara koma þess að, ég held við þurfum að halda vöku okkar verulega núna meðan þessi umræða er niðurfellingu þessara fasteignagjalda og standa fast á því að það er að ræða að fella niður þessa undanþágu, punktur. Engan sjóð sem einhver embættismenn suður Reykjavík með einhvers konar krúsistólum veita úr. Ekki að ræða það. Ég bara áminni fólk á því að við stöndum öll mjög saman, hvar sem í flokki við erum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, til að veita andsvar ef ekki.
Forseti, kannski byrja að veita ansvaru lið 2310 skilti við vök. Hugmyndur frelsur greinlega mismunandi. Mér dætti ekki í hug að fara með í þetta í ríkisskilti. Ég var nú vonast til að menn mættu og láta sig dreyma og útbúa sína eigin merkingar og svona. En það er kannski það sem í þessu á þessum svipuðum stað þetta skilti fyrir og það nú þegar fánastæða. Og því kannski sem ekki kunnur hérna í útjaðri Fellabæjar, þá erfitt að vera með fánaðar. Þeir til að eyðast upp, sást búa til örplastmengun. Nei, svona grínast, það er ástæða fyrir möguleg frekar færi varandi skilti til að geta merkt heldur fána. Og sem betur fyrir fánar ekki ennþá leyfisskiltir, þannig að Vegagerðin gat sannlega ekki gert athugasemd við þau menn settu fána. En kannski endum við þar ef að hugmyndir fólks frelsi eru svona litlar. En kannski annað varandi tölu Sveitarfélagsfulltrúa Þórs Stefánssonar varandi fiskeldissjóð og þá mögulega hvernig menn breyta þessum tekjum orkuverðing. Þetta var náttúrulega undir lið 21 áðan og þetta hefðu við kannski átt að ræða þetta eitthvað þar, en það er ljóst að umsögn okkar var nokkuð inn í þessum dúr og það var alveg ástæða að menn vildu fara í þetta fá gegn fasteignaskatta því að það er einn að fáum beinum tekjustofnum sveitarfélaga. En þannig að það er alveg áherslan og hún var þannig frá ráðgjafarnefndinni sem gerði drögin af þessu á sínum tíma og við fengum einmitt kynningu frá einum sem satt í henni á þessu fundi og þetta var alveg skýrt að menn vildu og það er hagur held í allra og vilji allra að fá þetta í gegnum fasteignagjöldin. Það er bara einfalt, það er bara að fella burt undanþágu. Svo er alltaf spurning með hvort það er verið hámarka og tekjum og hvernig og eitthvað svona mér. Það er bara önnur umræða sko. En ég held að reynslan af fiskeldissjóði er náttúrulega bara þannig að ég held að menn hljóta aftur því að við skulum frekar en að gera þetta beinu tekjustofnum heldur en einhvers konar sjóðum. Því að með því að þá fyrirsjáleika annað þá getum við farið bara í stærri og meiri verkefni. Það er erfitt að vera að búa til fjárfestingaráætlun annað og við veit ekki alveg hvað menn eru með peningum í því. Ég vonum samt að við náum að halda ákveðnu dampi í þessu og það er eitthvað sem við erum að útfæra bæði umhverfisráð og byggðaráð. Hvernig við reynum að halda áfram með þá verkefni þjónustumiðstöðvar á Djúpavogi. Og ég held að við sjáum alveg ákveðin tækifæri í því en staðan er bara þannig að okkar hlutdeild frá með úthlutun síðustu 2 ár virðist vera bara þessa krónutölu, 40 milljónir virðist vera það sem menn telja hlutdeild úthlutnings í sjóðnum eiga að vera. En ég vona bara að segja, menn breyti þessu bæði þá kannski útreiknum þeim fjármunum sem fari í þennan sjóð og þá hvernig útlut úr honum. Annað held ég að, já, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrái Guðrún Lára Guðrúnardóttir. Já, mér langaði að koma upp undir skiltamálinu. Þetta er að vera svo skemmtilegt mál. En mér langaði bara að benda á eitt að það er sem sagt svona hæglætisstefna á Djúpavogi sem heitir Sittaslow og þar eru svona ákveðnar reglur svona mengun á skiltum eða lýsingu og svona þannig að það er allavega partur af sveitarfélaginu okkar er með ákveðnar reglur svona skilti og þess áttar sem er svona kannski svona í stærri kantinum eða eitthvað svoleiðis. Vildi bara koma og segja það. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Lára Guðrúnardóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson. Starfsaldursforseti, aðrir fundamenn. Það er áfram skiltamálið. Skemmtilega. Þó við sem að ræða þetta í léttum dúr, þá er þetta, mér finnst þetta ömurlegt innan þessa byggðarlags, allstaðar skilti. 100 manns, bara fram við húsið og yfir á næsta veitingastað, ég veit ekki, 10 skilti við sem það er ekkert rosalega sexy. Ég skildi, Ívar, ég skildi Ásrúnu ekki þannig að við varum að tala um ríkis. Það var bara verið að tala um að þetta er staðalað innan sveitarfélagsins. Og þar getum við horft til Djúpavogs, hæglætisstefnunnar.
Fyrir utan það þá náttúrulega yfirleitt mjög gott að vera bara með eitt ríkis. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að ég fel forseta sveitarstjórnar Jónínu Brynjólfsdóttur aftur stjórn fundarins. Jæja, þetta búið ræsilegt. Fleiri hafa ekki sett sig á mælendaskrá undir fundarlegum 22-23-24 og því ætlar forseti að leggja þar fram til kynningar. Einmitt. Þá erum við komin í lið 25, 26 og 27. Hér að ræða fundagerðir fjölskyldur að Múlaþings númer 132, 133 og 134 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum. Það enginn sem hyggst taka til máls og þá það lagt hér fram til kynningar og þá það bara síðasti liður fundarins í dag sem skýrsla sveitarstjóra. Ég býð sveitarstjóra Dagmari Stefánsdóttur velkomna í pontu. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta fundafólk. Líkt og áður hafa verið næg verkefni til að halda sveitarstjóra við efnið og verður hér tæpt á því helsta sem hefur átt sér stað á milli funda sveitarstjórnar. Sveitarstjóri heimsótti leikskólann Tjarnaskóg á Egilsstöðum sem rekin í 2 húsum, annars vegar í Skógarlöndum og hins vegar Tjarnarlöndum. Þar var mér vel tekið bæði af börnum og starfsfólki. Þrátt fyrir margar heimsóknir í stofnanir Múlaþings frá því að nýr sveitarstjóri tók við störfum, þá eru enn nokkrir staðir sem enn á eftir að heimsækja en þessi yfirreið hlýtur nú að hafast á lokum. Mikið hefur verið fundi í hinum ýmsu stjórnum og ráðum sem sveitarstjóri á þátt í. Þar má nefna fundi með fulltrúaráði íbúðafélagsins Brákar vegna undirbúnings aðalfundar félagsins sem fór nú fram fyrir í dag í Reykjavík og fundir hjá stjórn Vísindagarðsins sem félag utan sameiginlegar eignir sveitarfélagsins og ríkiseigna á Vonarlandi á Egilsstöðum. Þar standa miklar framkvæmdir fyrir dyrum og ljósta eftir að þeim verður lokið verður þar gott og vandað skrifstofurými. Þann 21. maí var sveitarstjóra ásamt kjörnum fulltrúum og fleiri hagaðilum boðið borð í Norrænu til að fagna því að 50 ár eru liðin síðan að reglubundnar ferjusiglingar hófust á Seyðisfjörð. Þetta var hátíðleg stund þar sem frumkvöðlar þessa stóra verkefnis voru heiðruð og þakkað fyrir sitt framlag, en eftirlifandi eru 4 þeirra sem sátu í sveitarstjórninni sem kom þessu verkefni á koppinn, þau Jónas Hallgrímsson, þá verandi sveitarstjóri, Þorvaldur Jóhannsson, Gunnþórunn Gunnlaugsdóttir og Theodór Blöndal. Og þetta var ekki í eina skiptið þá vikuna sem að sveitarstjóri hafnarstjóri steig á skipsfjöl því að skemmtiferðaskipið Carnival Miracle kom í sína fyrstu Íslandsferð og lagðist að bryggju í Seyðisfirði í fyrsta skipti þann 23. maí og við slíkt tilefni hefð að starfsmenn hafna fari borð til að afhenda skipstjóra skipsins heiðursplata. Við fengum góðar móttökur í brúnni og skoðunarferðum skipið. Sveitarstjóri ásamt framkvæmdastjóra Austurbrúar og SSA og bæjarstjóra Fjarðabyggðar tók þátt í fundi fjárlaganefndar þar sem fjármálaáætlun var til umræðu og þar var farið yfir þau hagsmunamál sem að Austurlandi snúa og minnt á málaflokka þar sem verulega skortir á fjármagn frá ríkinu. Meðal annars var kallað eftir skýrum svörum varðandi uppbyggingu samgönguinnviða í fjórðungnum. Sveitarstjóri fór einnig fyrir atvinnuveganefnd til að fylgja eftir umsögn meirihluta byggðaráðs og byggði sú umsögn á umsögn samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga veiðigjöld. Sveitarstjóri sótti fund á vegum samtaka orkusveitarfélaga sem haldinn var í Keflavík í lok maí þar sem fjallað var fyrirhugaðar breytingar á lögum orkumannvirki og þau hætti að vera undanþegin fasteignaskatti. Þetta stórt hagsmunamál fyrir Múlaþing og unnið að því að skila inn umsögn til innviðaráðuneytisins frumvarpsáformin sem nú liggja í samráðsgátt stjórnvalda. Stjórnendur byggðastofnunar sóttu Austurland heim í lok maí og hittu stjórnendur stjórnsýslu hjá sveitarfélögunum. Fundurinn hjá Múlaþingi var mjög gagnlegur og gott fyrir þennan stjórnendahóp að fá innsýn inn í starfsemi byggðastofnunar. Þann 28. maí var starfsdagur hjá stjórnsýslu Múlaþings og voru skrifstofur sveitarfélagsins því lokaðar. Starfsfólk hittist á vinnudegi á Seyðisfirði þar sem hlýtt var á gagnleg erindi og tíminn nýttur til að þétta raðirnar, en það viss áskorun að starfa á vinnustað þar sem starfsstöðarnar eru á 4 stöðum og afar ólík og sérhæfð verkefni eru milli deilda. Því eru vinnudagar sem þessir mikilvægir til að tryggja góðan starfsanda og komast aðeins úr hversdagslega umhverfinu.
Starfsmenn heimsóttu meðal annars Tækniminjasafnið á Seyðisfirði og fengu kynningu á framkvæmd við snjóflóðavarnargarða. Nokkur tími hefur farið í að funda með sviðsstjórum stjórnsýslunar og fjármálastjóra vegna rammaáætlunar sem er undanfari fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins, en það er áskorun á hverju ári að leita leiða til hagræðinga á sama tíma og kröfur þjónustu aukast og sífelldar tækniframfarir kalla á fjármagn í ýmis ný verkefni sem oft er erfitt að sjá fyrir. En vinnan hefur gengið vel og við fáum endanlega mynd á þetta með haustinu. 2 íbúafundir heimastjórna fóru fram á tímabilinu, annars vegar á Djúpavogi og hins vegar á Seyðisfirði og mætti sveitarstjóri á báða fundina og tók þátt í umræðum. Fundirnir voru líflegir og málefnalegir á báðum stöðum. Þá hefur sveitarstjóri eytt þó nokkrum tíma í starfsmannamál upp á síðkastið en þau eru ávallt fyrirferðarmikil hjá stjórnendum og mikilvægt að gefa góðan gaum. Sveitarstjóri hefur lokið við að taka starfsþróunarsamtöl við alla sviðsstjóra sveitarfélagsins og nýverið var fundur með forsvarsmönnum Hafnamúlaþings meðal annars til að fara yfir framkvæmdaáætlun og starfslýsingar. Framundan eru síðan starfsþróunarsamtöl við þessa beinu undirmenn hafnarstjóra og einnig við fulltrúa sveitarstjóra á hverjum stað. Þann 5. júní stóðu Austurbrú og Eygló fyrir fróðlegu umhverfisþingi í Sláturhúsinu, menningarmiðstöð á Egilsstöðum, en þar var því velt upp hvernig við komum til með að byggja til framtíðar. Áhugavert og vel sótt málþing. Sveitarstjóri tók sama dag á móti félagsmálaráðherra Ingu Sæland ásamt nokkrum kjörnum fulltrúum og starfsfólki úr félagsþjónustunni. Farin vorum víðan völl í umræðinni með aðaláherslu á málefni félagsþjónustunnar en einnig voru hinn ýmsu mál rædd við ráðherrann sem nýtti ferðina og kom við hjá Múlaþingi áður en hún fór og vígði nýjan búsettukjarna fyrir fatlaða í Fjarðabyggð og óskum við nágrönnum okkar til hamingju með þau tímamót. Á döfinni eru síðan fjölmörg verkefni og engin lognmalla þótt komið sér sumar. Til dæmis má nefna íbúafund heimastjórnar á Borgarfirði hér á morgun, heimsókn í Herðubreið og Seyðisfirði, heimsókn frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga til Múlaþings, fundur með fulltrúum nokkra skemmtiferðaskipa og aðalfundi Ársala og Brunavarna á Héraði. Þá eru náttúrulega fjölmargar hátíðir framundan. 17. júní verður fagnað allt sveitarfélagið og skógadagurinn mikli og sumarsólstöðu hátíð Skaftfells eru á næsta leiti. Alltaf stuð og alltaf stemming í Múlaþingi. Takk fyrir. Þá síðasta lið fundarins í dag lokið. Við erum búin með 28 liði, við fundum ekki í júli og við sjáumst galvösku í ágúst og ég slít hér með fundi.